Það var Noam Chomsky, þjóðfélagsrýnirinn frægi og reyndar málfræðingur líka. Við ætlum að tala hér í lokin stjórnlagaþing eða samningu nýrrar stjórnarskrár fyrir Ísland sem mikið verkefni og mjög mikilvægt að þar takist vel til. Guðrún Pétursdóttir formaður stjórnlaganefndar, það þessar nefndar sem að undirbúa allt þetta ferli og eftir því sem mér skilst þá þið að fara núna í fundarherferð og ætlið að fara að kynna þetta í nefndinni. Þetta mikið verkefni, það rétt sem hún segir og mér langar aðeins til þess að segja ég satt hérna frammi og hlusta á þáttinn og það lá við að ég bara þyrfti að taka lýsi áður en ég kom hérna inn að þetta var allt svo dapurlegt. Og fréttirnar voru einhvern veginn allar neikvæðar og nú vil ég bara biðja ykkur fjölmiðla fólk ekki segja okkur svona mikið af neikvæðum fréttum alltaf, viljið þið reyna að setja eitthvað jákvætt inn við og við. Það er fullt til að flottu fólki á þessu landi sem að gera góða hluti. Ég var til dæmis daginn, það verið að veita heiðursdoktorsnafnbót við Háskóla Íslands og þú hefðir þetta að sjá hvað allir voru flottir. Þessi unga kona íslenska sem stóð fyrir þessu dæmi öllu saman og kollegar hennar og fólki hérna og krakkarnir sem sló allt í tóninn og fóru að syngja og reyndust vera mótættukórnum, þú veist, og ég bara hlustaði og hugsaði, hrun, hvað? Og nú segi ég, nú tækifæri fyrir okkur að semja nýja stjórnarskrá. Ég held reyndar að þetta sé mikið tækifæri og eins og ég segi, það mjög mikilvægt að þetta fari ekki út úr þúfur. Já, það það. Og ég hlustaði Einar vinn minn Steingrímsson sem ég svo gaman að og finnst svo flott element og hann sagði, þetta bara brandari. Það alveg rétt að það mjög þröngur rammi, en okkur gefinn þessi rammi, reynum þá að gera eins vel eins og við getum. Það það sem hættum að mjálma svona mikið, brettum upp ermar og gerum eins vel og við getum af því að við verðum að hætta að horfa niður í svelginn, við verðum að fara að horfa áfram og upp. All right, svo lesa við að fara í... Per asperat astra, var latneska orðatiltæki, gegnum fyrir rjúfa til stjarnanna. Þú verður að horfa upp til stjarnanna því að annars ferðu bara niður. Og þú verður alltaf að tegja í pínta herra heldur en þú heldur að þú náir því að annars tóknar aldrei almennilega úr þér og þú nærð aldrei hátt. Og þetta segja við íslenska þjóð núna, þið sem búin að horfa á Silfur Egils og alveg í mínus heima, réttið nú úr bakinu, við upp til hópa alveg prýðilegt fólk og góð þjóð og nú ætlum við að nota tækifæri það verið að gera alveg magnaða tilraun sem ekki hefur verið gerð áður að endurskoða stjórnarskrána með því að kjósa lýðræðislega til hennar. Sérstakt þing og það þá ekki þingmennirnir á Alþingi sem alltaf einhvern veginn píndi yfir okkur hinsetta því þeir hafa umboð þjóðarinnar á bakvið sitt að gera alla hluti. Nú verið að kjósa annan hóp bara í þetta verkefni og hjálpum stað að láta þetta takast, höfum trú á því, vinnum eins vel eins og við getum. En kosninga framboðsfrestur til þessa þings, hann kemur fyrst með aldrei bratt á okkur. Það 18. október. Það alveg rétt. Og það ekki með 3 vikur þangað til. Nei, það eru 2. Það eru 2 vikur og fólk þarf til að komast á þetta þing. Það valdir það byrjað hvað, 30 fulltrúar? Já, það verður 25 ef það eru jöfnkynja hlutföll, en ef það hallar mjög á annað kynið, þá má bæta upp. Með nokkrum til viðbótar. Þannig það á bilinu 25 til 31 sem verða kosnir og fólk á að merkja á kjörseðlinum fyrsta val, annað, þriðja, fjórða og svo framvegis. Og það mjög brýnt að menn átti sig á því að framboðsfresturinn rennur út 18. október. En hvað þarf maður til þess að bjóða sig fram? Maður þarf að fara inn á vefinn og á kosning.is og þeir sem ekki mjög veffróðir fá bara einhvern 7 ára ættingja sinn til að hjálpa sér við það og þar þessi eyðublöð sem þarf að fylla út og það sem skiptir máli í því sambandi að menn þurfa að hafa 30 meðmælendur. 30 meðmælendur? 30 meðmælendur, þeir mega vera 50 ef maður á ægilega marga vinir sem maður langar að hafa með, en 30 og hver og einn af þessum meðmælendum, þetta skiptir máli, má bara mæla með einum frambjóðanda. Þannig að ef ég beðin að skrifa undir hjá einhverjum, þá má ég bara skrifa undir honum engum öðrum? Engum öðrum. Þú mátt bara skrifa undir hjá einum.
Ok, það mikilvægt. Það mjög mikilvægt að fólk átti svo því. Og þetta fólk það þarf að skrifa undir, það þarf að senda þeim litlu yfirlýsingu sem segir ég styð Egil Helgason til framboðs til stjórnlagaþings 2010. Svo setur maður nafni sitt og kennitöluna sína og svo þurfa 2 vottar að vera að þetta sé raunverulega þú sem ert að skrifa undir. Þetta nú bara eins og alltaf svona vottar, vitundavottar. Á sést, þú veist, með fúli 5 og enginn hafi haldið hníf hérna upp að barkanum að þeirra meðan að skrifa. Þannig að þetta er það sem fólk þarf að hafa, ritað eigin hendi undir af þessum aðila og 2 vottum. En við viljum, sko, svo er spurningin, það mega allir bjóða sig fram, sem eru orðnir meira en 18 ára. Allir sem eru kjörgengir til Alþingis, að við sem á stjórnlaganefnd ekki bjóða sig fram, þingmenn mega ekki bjóða sig fram, ráðherrar og þeirra aðstoðamenn og forseti Íslands má ekki bjóða sig fram. Og þetta er náttúrulega, hugmyndin að þetta ætti að vera sem svona breiðastur spegill af þjóðinni, bæði hvað varðar, borg og byggð og kyn og aldur og svo framvegis. Ég meina, nú hefur, sko, boltinn hjá þjóðinni. Nú á hún bara að menn eiga að bjóða sig fram og dómsmálaráðuneytið mun gangast fyrir kynningu á öllum. Fólk getur sendt inn og á að senda inn upplýsingur sig og mynda sér. Og hið opinbera mun þá prenta bækling eða eitthvað, kynningarefni sem að fer inn á hvert einasta heimili. Þannig að strangt til tekið á fólk ekki að þurfa að leggja í meiri kostnað heldur en það má eyða þessum 2 milljónum. Það má fara, en það má ekki fara yfir 2 milljónir. Persónulega finnst mér það alltaf hátt, ég vilja sjá bara 0 krónur í auglýsingar og prentkostnað. Það hefði verið best, já. Það mér hefði fundist það, en það er ekki. Þannig að ég vona fólk fara nú ekki að fara út í einhverja mikla auglýsingaherferð, en það er ekki mitt að hafa skoðun á því. Svo ég bara... En sko, svo kemur þetta þing saman á næsta ári og á að sitja frá febrúar... Það á að sitja í 8 vikur, en það hefur möguleika á öðrum 8, þannig að verða 4 mánuðir, ég gera ráð fyrir að hljóta vera það. Og ég held að þessi skynsamlegt fyrir fólk að reikna með því að vera frá 15. febrúar til 15. Og það verður á launum. Já. Þannig að það missir ekki þingfararkaupi. Og þarna er allt undir sem á að vera í stjórnarskrá, stjórnsýsla, stjórnkerfi, mannréttindi, auðlindir og allt sem tilheyrir í stjórnarskrá. Þjóðfrelsi, tunga. Já, tunga. Hverjir eru Íslendingar? Hvernig getur maður orðið Íslendingur maður ekki fæddur hérna? En svo er þetta, það er nú annað sem menn hafa fundið þessu, það er að þetta skulle ekki vera, sko, þetta síðan fer svo til Alþingis. Já, en það er vegna þess að við búum við ákveðna stjórnarskrá í dag og samkvæmt henni er ekki hægt að breyta stjórnarskránni nema með samþykki Alþingis á 2 þingum. Þetta er gildandi stjórnarskrá og það er ekki hægt að líta fram hjá því. Það er hægt að breyta því í nýju stjórnarskránni og segja að það er þjóðaratkvæðagreiðsla og kemur þinginu ekki við eða hvað veit ég. Stjórnlagaþingið mun ákveða það eða leggja það til, en við höfum ekki neinn annan kost að velja og svo er það stjórnlagaþingsins að ákveða með hvaða hætti þessi nýja stjórnarskrá á að fara fyrir þjóðina. Hún getur lagt fram frumvarp og sett það strax fyrir þjóðina og fengið stuðning þjóðarinnar áður heldur en það er lagt fyrir Alþingi. Í þjóðaratkvæðagreiðslu? Áður en hann fer til Alþingi? Já. Það er stjórnlagaþingsins að ákveða með hvaða hætti það verður gert. Verður áður en fer til Alþingis, eftir Alþingi hefur fjallað það hvernig vilja gera það. En það er náttúrulega besti ef að stjórnlagaþingi nær sem mestri sátt stjórnarskrána og þá er náttúrulega erfiðara fyrir Alþingi að sniðganga það sem vilja hennar. Vilja stjórnlagaþingsins. En auðvitað skiptir líka mjög miklu máli að við fáum sem best fólk á stjórnlagaþingið. Og það fæst ekki nema að bjóða sig fram. Það með ekki bara vera bloggarar og hávaðaseggir og einhverju svona atvinnu. Já, ég lýsi engri skoðun á því, en ég bara biður að það verði fólk sem að við getum treyst fyrir þessu vandasama verki, af því að það skiptir. Við erum að reyna að toga okkur upp á hárinu eins og Munkhausen hérna úr Mýrinniforðum og þessi hérna endurskoðun stjórnarskrárinnar er partur af því. Gerum það eins vel eins og við getum og látum það takast. Af því ef það tekst vel, þá erum við búin að setja einn góðan stein í vegginn okkar nýja sem við erum að byggja og ef það tekst illa, þá er það enn eitt áfallið og við viljum það ekki. Nei. En þið eru að fara í sem fundaherferð? Já, við ætlum að fara og kynna þetta út land. Við ætlum að fara að halda 7 fundi á næstunni, stjórnlaganefndin, og ég er að fara á Ísafjörð á morgun og hlakka til að hitta allt fólk Jens Ólafs, mannsins míns og alla hinna.
og svo verður farið á Egilsstaði og Akureyri, það er bara verður kynnt og við gerum þetta í samvinnu við landshluta samtök sveitafélagana. Þannig að þetta er sem sagt, það er stórt batteri, öll sveitafélögin í landinu sem taka þátt í þessum fundum með okkur. Og sem sagt framboðsfrestur rennur út 18. október. 18. október klukkan 12 á hádegi. Já. Guðrún, ég þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttinn. Takk. Og þetta er búið hjá okkur í dag og við verðum hér bara viku liðinni, lifið heil þangað til.